hjartalega velkomin í Reykjavík Distillery. Ég heiti Snorri Jónsson og stofnaði þetta eimingarhús árið 2009 með minni konu, henni Judith. Og við höfum frá upphafi haldið okkur við þá hugmyndafræði að vinna með nær hráefnið hér af heiðum landsins. Þetta var þannig á þessum tíma 2009. Þarna var nýja norræna eldhúsið, það var svona að koma inn og það var ákveðin innblástur fyrir okkur. Við höfum fengið slatta af alþjóðlegum verðlaunum, bæði fyrir útlit og innihald. Þar á meðal höfum við náð því að fá 4 sinnum Red Dot verðlaunin, bæði fyrir þá vöru þróun og hönnun. Það hefur verið mest selt á okkur vörum innanlands. Það svona 90% af okkar sölu innanlands og þar með talið er fríhafnarsala og vínbúð og veitingastaðir. Það hægt að skipta framleiðsluna okkar í 2 þætti. Annars vegar það brendispýrin og hins vegar það líkjörarnir. Líkjörarnir, þeir eru allir unnir á sama hátt. Það grunnhráefnið, sem sagt bláberinn, krækiberinn eða rabarbarinn, fær að liggja í hreinu áfengi og smávegis sykri. Þarna fær að þroskast í það bil 6 vikur og eftir það að þá þurrefnið hreinsað frá, filterað frá og líkjörinn fær svo að þroskast áfram á tank í lengri tíma. Það eru engin viðbætt litarefni, það engin viðbætt bragðefni. Liturinn sem á líkjörunum, hann náttúrulegur. Rabarbarinn, hann á það til hann fölbleikur þegar hann nýframleiddur, en hægt og rólega að þá breytist liturinn og verður meira svona út í gular áttir. Og þetta bara náttúrulegt ferli sem við leyfum bara að eiga sér stað á náttúrulegan hátt. Við eigum kannski ekki svo mikið hér í náttúrunni, miðað við kannski aðrar þjóðir, en við eigum þó 2 tegundir af bláberjum. Og það eru aðalbláber og það sem við höfum kallað í svona venjulegu tali venjuleg bláber. Við kemum meira að því kannski síðar hver munurinn þar helst er. Svo það hinn kategórían okkar, það eru brenndu drykkirnir og við framleiðslu á þeim að þá alveg grundvallaratriði að vera með góðan búnað og þá þarf svona eimingapott eins og mér hér við hlið til þess að endureima áfengið þá með viðeigandi kryddjurtum, allt eftir því hvað maður að vinna með. Eins og framkom hjá mér áðan, það eru 2 tegundir af bláberjum sem vaxa á Íslandi. Þær heita hvoru tveggja bilberry á ensku til að gera þetta ennþá ruglingslegra. Annað kallast Northern bilberry og hitt bara bilberry, Northern eða Arctic. Allur gangur á því. En við þekkjum þetta eins og ég hef sagt áður sem aðalbláber og venjuleg bláber. Ef við tökum fyrst venjulegu aðalbláberinn sem eru með hvíta miðanum, þá eru þau svört, sem sagt skinnið með svart. Ef maður opnar þau, þá eru þau innan rauð og þau eru svona aðeins kjötmeiri heldur en þá venjulegu bláberinn. Gaman frá því að segja að þetta fyrsta varan okkar. Hún
kom á markað 2010, sumarið 2010, eftir talsvert langt þróunarstarf. Venjulegi bláberjalíkjörinn, hann kom svo það bil 2 árum seinna, 1,5 ári seinna, í lok árs 2011. Munurinn á bragðinu hvort tveggja þetta bláber og hvort tveggja eru þessi líkjörar með mjög sterkt bláberjabragð. Það sem er kannski helst hægt að segja að venjulegi bláberjalíkjörinn, hann svona aðeins flóknari, hann hefur hærra sýrustig, það svona einhvern veginn aðeins meira í gangi þykir manni, á meðan að hinn virkar örlítið sætari. En svo þetta smekksatriði, sko, hverjum finnst hvað betra. Hvort tveggja, bláberinn og aðalbláberinn, þau koma af heiðum landsins. Aðalbláberinn eru fyrst og fremst á Norðurlandi og Vestfjörðum. Það svona helsti staðurinn þar sem að þau eru að finna í góðu magni, þannig að það sé auðvelt að tína þau. Aðalbláberinn, venjulegu bláberinn, þau eru allt land og geta verið að koma hvaðan sem þótt að það sé mjög algengt að fá þau af Norðurlandi. Það hefur blessunarlega verið svona mestuleyti góð tíð undanfarin ár, eða frá því við byrjum 2009. Stundum hefur svona uppskeran færst til, það kannski gott á Norðurlandi en slæmt á Vestfjörðum. En það hefur aldrei gerst að það sé algjör uppskerubrestur. Það hafa verið slæm ár og það hafa verið góð ár, eins og 2021 var mjög gott ár þegar kemur að venjulegum bláberjum. Það var gríðarleg spretta af þeim. Það munur á því klárlega hvar þau vaxa. Hvort þau vaxa á Vestfjörðum eða í Eyjafirði. Það getur verið munar jafnvel 2-3, alveg upp undir 4 vikum á því hvenær þau eru þroskuð. Típist þá fáum við berin svona 2 vikum fyrr af Norðurlandi, úr Eyjafirði, og svo koma Vestfirðinni seinna. Það munur á því hvenær þau eru tínd og það munur á því hvar þau eru tínd. Það getur verið jafn mikil munur á því hvenær þau eru tínd eins og hvar þau eru tínd. Þannig að það dálítið atriði að ná að blanda saman svæðum og tímabilum til þess að fá svona nokkuð jafna framleiðslu. Það sé ekki mikið stökk á milli ára. Og jafnvel tökum við loka tínslu, semst síðustu uppskjöruna, og blöndum því með næsta árs fyrri uppskjöru. Þannig að við náum blöndun á milli ára og blöndun á tímabili og helst blöndun á milli svæða líka til þess að reyna að hafa vöruna sem jafnasta þannig að það sé ekki of mikið stökk á milli árganga eða framleiðslu lota. Rabarbaralíkjörinn okkar, hann settum við á markað vorið 2011 og hann sló tiltölulega fljótt í gegn. Hann þykir góður, hann selst einstaklega vel ef það gefið smakka á honum, sem þýðir það að hann kannski dálítið fórnarlamb fordóma, mögulega. En hann hefur verið framleiddur frá 2011 og frábær í blöndun eða einn og sér. Rabarbarinn sem við notum í hann,
það er fyrst og fremst Viktoríu afbrigði sem að kemur hérna frá Löngumýri á Skeiðum hjá honum Kjartani. Hann er með lífræna rabarbararæktun þar og er elsta rabarbararæktun á landinu. Það eru 2 uppskerur á sumri. Fyrri uppskeran, hún er í júní. Það talaði að 17. júní sé uppskerudagur rabarbarans. Og það er fyrri uppskera er þá 17. júní. Og svo er seinni uppskera svona í ágúst, lok ágúst, cirka bát. Það er munur á þeim, hann er safameiri, fyrri uppskeran er safameiri og við kjósum heldur að vinna með hana þó að hvort tveggja sé frábærar vörur seinni eða fyrri uppsker á rabarbaranum. Nú rabarbari er eitthvað sem að vex ávallt hérna á Íslandi. Það hefur aldrei komið fyrir að það hafi ekki vaxið rabarbari. Það hefur aldrei verið uppskerubrestur á honum. Það hefur einu sinni komið okkur á óvart hvað seldist mikið á honum, þannig að við vorum alveg nánast í vandræðum með að ná í skottið á okkur, en fyrri uppskeran bjargaði okkur það árið og við gátum framleitt í tæka tíð. En annars er þetta eitt af því hráefni sem er kannski svona vandræða minnst og við höfum verið í hvað minnstum vandræðum með að fá heim. Nú, krækiberjalíkjörinn, hann kom á sama tíma, 2011, sama tíma á rabarbaralíkjörinn. Krækiber eru ansi sérstök. Þau vaxa út allt land. Það er sjaldan að það sé uppgerubrestur á krækiberum. Það er yfirleitt hægt að fá krækiber. Þetta er norrænt, þetta er svona það sem kallað svona Arctic berry. Það þarf þetta kalda veðurfar hérna til þess að þrífast vel, enda er það mjög sátt við að vaxa hér á landi. Það vex í Kanada, Norður-Kanada, Grænlandi, Skandinavíu, en einhver hluta vegna þá hafa engar þjóðir nýtt krækiber á sama hátt og við höfum gert hérna á Íslandi. Maður finnur krækiber meira að segja í Danmörku og ég sé þau þar, en þau voru frekar óhamingjusöm, lítil og þurr. Það má segja að það verði ekki mikið íslenskara og einstakara hráefnið en einmitt krækiberinn. Og ég hef ekki enn þann dag í dag fundið krækiberjalíkjör neins staðar í heiminum sem að er unnin svona þennan hátt, eingöngu úr krækiberjum, áfengi og viðbættum sykri. Já, svona til að draga saman, líkjörarnir, allir unnir úr íslensku hráefni, unnir á sama hátt, sem sagt, bara 3 grunn hráefni, berin, áfengi, sykur, engin litarefni, engin bragðefni, mjög gott. Og svona til þess að gefa smá sneak peek af framtíðinni, að þá er nýjasti meðlimur líkjörafjölskyldunar rabarbara gínlíkjör, sem er unnin á sama hátt og stóri bróðir, nema það er nýtt til þess Angelica gin, sem er þá í óblönduðum styrk í staðinn fyrir neutral áfengi. Ef við vindum okkur svo yfir í brendudeildina, að þá eiga allar þessar vörur hér það sameiginlegt að í grunninn þá er unnið með hreint neutral áfengi. Það er svo endureimað og með þeim viðeigandi kryddum sem að passa fyrir hvaða vöru sem verið er að vinna með.
Og til að eima brennda drykki, að þá þarf maður til þess svokallaða eimingapott til að endur eima með því kryddið sem að við á. Þegar kemur að ákavíti eða brennivíni, það er raun og veru engin skilgreiningarmunur þar á. Hér á Íslandi þá höfum við unnið mest með kúmen. Það má líka nota dill, en kúmen hefur verið það sem hefur orðið fyrir valinu hér og við notum kúmen en einnig hvannarfræ við eimingu á okkar ákavíti. Og það er vara sem kom á markað 2011 líka og var fyrsta eimaða ákavíti, íslenska ákavíti á þeim tíma. Aðferðin er í grunninn sú sama að eima ákavíti eins og að eima gin. Eini munurinn þarna á er að það er annað krydd sem er notað. Við notum kúmen við ákavítiseimunina en einibér þegar kemur að gininu. En við eimingu á gini þá er númer 1 einibér. Það þurfa að vera einibér til staðar. Og okkar aðferð sem við beitum, við að eima okkar gin, er svokölluð London aðferð og það þýðir það að einibérin ásamt hinu kryddinu, það fær að liggja í pottinum yfir nótt. Svo er eimað og eftir eimingu þá má ekki gera neitt annað en að bæta við íslensku vatni. Hvorki má bæta við sykri, litarefni, bragðefni eða skala upp eiminguna með því að þá bæta við neutral áfengi. Ekkert nema bara hreint íslenskt vatn má koma í ginið eftir eimingu. Mér langar að fjalla aðeins núna þessa hérna vöru sem að kallast einibérja. Og þetta gin, það er eingöngu eimað upp úr einibérjum. Af hverju það? Það er vegna þess að einibér, einirinn sem einibérin vaxa á, hann er eina sígræna íslenska barrtréð. Þær furur sem við sjáum, þetta eru allt tré sem hefur verið plantað. Og það er þess vegna sem við dönsum í kringum einibérjarunn hér í gömlum jólasöngum. Þannig að okkur fannst að það væri réttast að úr því að hér væri komið fyrsta eimaða ginið, fyrsta eimaða íslenska ginið að það væri þá vel við hæfi að einibérin, þau fengju að njóta sín eingöngu, án þess að aðra kryddtegundir væru þar að skikka eitthvað á. Einibérjaginið er svona það gin sem að höfða kannski helst til ginnördana, þeirra sem eru miklir spekulantar og vilja finna þennan hreina og djúpa einibérja bragðprófíl sem að þessi hérna vara býður upp á. Samanborið við frænda sinn, Angeliku, að þá er hér meira kannski hefðbundið, fjöl, krydd samsetningu í bragðprófílnum. Nema það sem að gerir Angelikuna einstaka er að við erum með íslensk krydd, það er engin sítrus, við erum með rabarbara, bláber, krækiber, blóðberg og hvönn.
Það þýðir það að þarna er flóknari bragðsamsetning heldur en í stóra bróður einibærja. Þegar kemur að vodka, að þá Katla unnin á sama hátt, nema hér kemur ekkert krydd við sögu. Það bara endureiming á neutral spíra sem svo blandað niður með hreinu íslensku vatni, sem náttúrulega best í heimi og that's it. Það ekki viðbætt neitt annað. Já, þetta eru svona þær vörur sem við höfum verið að framleiða undanfarin ár. Eins og ég sagði áðan, þá hófumst við handa 2009, en kannski stóra skrefið var tekið 2011 og svo aftur 2012 þegar að Katla kom á markað. Því að sko, þegar þessi seldur fyrst sumarið 2010, þá var algjörlega rennt blint í sjóinn. Það var engin reynsla sem hægt var að styðjast við og segja, jú, þetta gengur sennilega, sko, líklega verða góða viðtökur. Það var óvissa og það var dálítið átak að sannfæra ýmsa að þessi vara ætti erindi. Eins varðandi verð, það fannst sumum kannski að lítraverð á íslenskum bláberjalíkjör, það gæti ekki verið sambarlegt og konjak þess háttar. Okkar punktur í því var að það væri bara vel að verki staðið, því að sko, konjak, eins og allir vita, framleitt úr þrúgum sem að kosta 50 cent 1 evru kílóið. Það vita allir vinnuna á bakvið bláberjatínslu. Þannig að sko, við töldum okkur bara vera að standa okkur mjög vel. Og það kom á daginn að það var eftirspurn eftir vörunum. Þó svo að líkjörar séu aldrei svona mainstream vara. Líkjörar eru svona minna voljúm vara. Þannig að þetta færði okkur allan að þá það sjálfstraust að við værum á réttri braut og hafum unnið okkar heimavinnu vel og skrefið var tekið yfir í svona stærri vörur sem hafa svo fært fyrirtækið meira upp á það level að vera sjálfbært og eitt að vera fyrstur en annað að standa sig vel og það sem skiptir náttúrulega langmestu máli. Það að við og allir okkar góðu kollegar sem hafa komið með okkur inn í greinina, að allir séu að standa sig vel og framleiða gæða áfengi sem að á erindi þá inn á alþjóðlegan markað með þá augljósu benefiti fyrir íslenskan efnahag.